Nú ætlum við að skoða hvað við gerum þegar við margföldum saman 2 sviga. Hérna erum við með 4 dæmi sem fljótt á litið líta voðalega svipað út. Þau eru næstum því eins en samt ekki. Þegar við erum með 2 sviga sem liggja svona saman þá er í raun margföldunarmerki á milli sem er ekki teiknað. Og við margföldum saman svigana með því að gera fyrst x sinnum x eða þess að tölurnar fremst í svigunum. Þetta er aðgerð númer 1. Svo gerum við þetta hérna, þetta er aðgerð númer 2, númer 3 og númer 4. Og ég skrifa í raun bara x sinnum x, þetta er bæði plus x, þannig ég fæ x í öðru út úr því. Svo ger ég númer 2, x sinnum plus 5, það er plústala, plus 5x. Svo ger ég plus 4 sinnum plus x, það er plus 4x. Og svo plus 4 sinnum plus 5 er plus 20. Svo dreg ég saman það sem er eins, x í öðru plus 9x plus 20. Í raun það sem að gerist er að ég margfalda saman fremstu tölurnar, aftustu tölurnar og svo þegar allt er í plus þá legg ég saman þessar 2 tölur og set x á milli. Þannig fæ ég miðjuna. En það borgar sig yfirleitt að gera milliskrifið þegar maður er að venjast þessu og æfa sig. En við skulum sjá hvað gerist þegar ég reikna sama dæmi en með mínus í fremri sviganum. Þá kemur aftur x í öðru plus 5x af því það er x sinnum plus 5. Svo kemur mínus 4x af því að ég er með mínus 4 sinnum x, þá fæ ég mínustölu. Og ég fæ líka mínus aftast af því ég er með plustölu og mínustölu sem ég er að leggja saman. Og ég er áfram með x í öðru, en nú er ég með plus 5x mínus 4x, þannig ég fæ plus 1x sem ég skrifa bara sem x mínus 20. Munurinn á þessu áðan er að nú virka þessar tölur ekki báðar í plus eins og það gerði áðan, heldur er önnur í plus og hinn í mínus, þannig ég dreg töluna sem mínusin er hjá frá hinni, þannig fæ ég miðjuna. Og því að plusin er á stærri tölunni, þá er þetta í plus. Skulum sjá hvað gerist þegar plusin er á stærri tölunni eins og hérna segi ég. X í öðru, mínus 5x plus 4x mínus 20. Hérna sjáum við að nú er mínusin sem var hér er nú komin hingað. Og núna fæ ég svipað út á áðan nema ég fæ x í öðru mínus x mínus 20. Vegna þess að nú er mínusin á hærri tölunni, mínus 5 plus 4 er mínus 1. Þess vegna skrifa ég mínus x, mínusin á hærri tölunni. Og hvað gerist þegar mínus í báðum svigunum? X í öðru mínus 5x mínus 4x mínus 20. X í öðru mínus, og þetta átt að vera plus hérna, mínusinu mínus er plus, 9x plus 20. Nú sjáu þið hvað er ólíkt eftir því hvernig formerkin liggja. Plus báðum megin, allt plus. Plus og mínus, þá finnum við mismuninn til að finna miðjuna, en þetta er plus þegar plusin er á hærri tölunni, mínus þegar mínus er á hærri tölunni. Þá kemur mínus hérna. Bæði mínus þá er aftast í plus en leggjum þetta saman og fáum mínus í miðjuna.